Verið velkomin í þáttinn Hin Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörstudóttir og borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands. Í dag ætlum við að ræða almannatryggingar og það kerfi og fjárhagsaðstoð til framfærslu, skerðingar á því og einstaklinga sem að treysta á þau kerfi, félagslega kerfið og svona hvernig það virðist ekki hannað til þess að hægt sé að lifa sómasamlega á því. Nú, það getur oft verið erfitt að svona átta sig á því hvernig það kerfi hannað og hingað til þá hafa stjórnvöld ekki verið að átta sig á þörfum einstaklinga í þessum hópum. Við erum að tala eftirlaunafólk, fólk á örorkubótum og þá sem á fjárhagsaðstoð til framfærslu. Og við spyrjum okkur að því hvort að stjórnvöld, þar að segja ríki og sveitarfélög, hafi gert nóg til þess að mæta þörfum einstaklinga í þessari stöðu eða hvort að þau kannski hafi ekki gert nóg til þess að byrja með, til þess að hlusta á raddir einstaklinga í þessari stöðu. Nú við vitum það að þessar upphæðir sem að fólki gert að lifa á ekki nægilega háar og það getur verið mjög erfitt. Og hingað til mín komin Hlynur Már Vilhjálmsson og Bára Halldórsdóttir. Og við byrja kannski á þér, Hlynur, ef að þú væri til að kynna þig og segja okkur aðeins frá því svona hvað þú hefur helst verið að kljást við í baráttunni við kerfið. Já, þú varst nú þetta búin að kynna mig, þannig að ég veit ekki hvort ég að gera aftur, ég heiti Hlynur, já. Og já, ég er búin að vera var á endurhæfingarlífeyri fyrir einhverjum 2-3 árum síðan. Búin að vera að vinna í að stofna félag síðan þá og búin að vera svona atvinnuleysisbótum og svoleiðis svona í því síðan þá. En hvað segirðu, hvað varstu að spyrja? Svona já, við erum að reyna að átta okkur á sko, til dæmis ef við skoðum fjárhagsaðstoð sveitarfélagana til framfærslu. Hvernig svona það kerfi kannski til dæmis ekki beint hannað til að byggja mann upp á erfiðu tímum? Nei, sko, til dæmis þegar ég kom af endurhæfingarlífeyri að þá var það fyrsta sem að þurfti að gera var að sækja fjárhagsaðstoð frá borginni og endurhæfingarlífeyrir á pari við örorkulífeyrir og náttúrulega skammarlega lágur og ég held að það viti það allir landsmenn að sú upphæð alls ekki nógu há. En ég sótt fjárhagsaðstoð og þessi upphæð sem ég var að fá í endurhæfingarlífeyri var talin of há. Þannig að ég fekk 80.000 krónur útborgað frá borginni í fjárhagsaðstoð fyrsta mánuðin eftir endurhæfingarlífeyrin. Af því að þessi miklu upphæð, rétt yfir 200.000 sem ég var að fá í endurhæfingarlífeyri var talið of hátt, sko. Þannig að það lækkaði fjárhagsaðstoðina niður í 80.000 fyrsta mánuðin. Þannig að það eru skerðingar sem eru innbyggðar inn í kerfið og það einhvern veginn reiknað þannig út að maður eigi bara að geta lifað á þessari upphæð. Já, það lifir enginn á þessari upphæð og það lifir raunverulega enginn á 200 skalli, eiginlega enginn á 300 skalli. Þetta er orðið svo komið svo langt frá raunveruleikanum og ég held að sko, fólk sem upplifir líka þessa stöðu að vera í þessari mikilli fátækt þurfi einfaldlega og að venda sig einhvern veginn með því að vera í flótta frá þessum raunveruleika. Þetta er svo absúrt hvað fátæktin er mikil. Ég held að það sé örugglega ansi algengt að fólk er bara í flótta frá þessum raunveruleika. Svona reynir að gera sitt besta í þessum aðstæðum en þeir sem ekki í þessum aðstæðum, þeir skilja ekki hvernig þetta er að vera á þessum tekjum, sko. Skiljanlega, þegar maður einmitt á þessum viðkvæma stað og maður haldið að þetta félagslega ætti að sýna vera einhver félagi og skynja þarfir manns og hjálpa manni einmitt og veita stuðning. En Bára, hver svona þín reynsla af almannatryggingum? Já, við erum svo sem alveg á sama báti og Hlynur með þetta. Ég mitt sko þegar maður að tala endurhæfingarlífeyrinn og
Og síðan örorkuna þá vissi ég einmitt að hann væri að fara að nefna, ég veit ekki hvað talan sem að aumingja fólki á fjárhagsaðstoð þarf að vera með. Af því ég hef lent í nokkrum sinnum að maðurinn minn kona mín hefur tímabundið mist út tekjur og sótt einmitt félagslegar bætur til þess að brúa þá 1 mánuð eða eitthvað sem hefur ekki, af því að þá var hún í skóla, af því að hún gat ekki farið á atvinnuleysisbætur. Og þá einmitt var okkur neitað að því að ég væri svo tekjuhá. Og ég held ég komist aldrei yfir það pælingu. En það sem að fólk náttúrulega að upplifa núna sem að þetta sem að gerast núna það fólk sem að var í svona frekar ömurlegri stöðu. Þegar ég frétti að ég var að fara í þetta viðtal hugsaði allt í einu með mig, ég veit ekki neitt hvað hinir eru að hugsa. Svo ég fór spurðist aðeins til og svörin eru annarkvort já, ég er bara ógeðslega ánægð að vera bara í sömu stöðunni og þú veist, ég misti ekki tekjurnar mínar en hún er ömurleg og mér vantar samt meira. Eða þá að fólk bara að segja já, nú allt í einu þarf ég að borga meira í matinn fyrir börnin eða bara yfir höfuð í kostnað. Sumir eins og ég sem eru langveikir og fórum í sjálfskipaða einangrun fyrr heldur en aðrir. Við náttúrulega erum búin að vera lengur í þessu ástandi og þetta þýðir alltaf að maður þarf náttúrulega að borga auka sendingakostnað og það eru alls konar hluti sem kom inn í þetta og svo er fólk að missa það sem í raun og veru kannski heldur þeim heilbrigðum eins og sjúkraþjálfun og aðra hluti og ég til dæmis ég átti bókað 3 læknatíma í dag sem eru allir felldir niður vegna ástandsins og þeir höfðu allir góða ástæðu fyrir en þeir eru ekki nógu bráðir til þess að það sé hægt að leggja læknastofuna á staðnum í hættu eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvernig þessu er flokkað. Þannig að fólk það er alveg ótrúlega hlutir sem að koma inn og eins og ég segi plúsin sá að það fluttu allir heim til mín í einangrunina mína sem ég mjög oft í. Þannig að kannski skilur einhverju dag í framhaldinu en ókosturinn að ég bjó ekki við góða aðstöðu fyrir og bý við það núna að ef einhver verður veikur af því fólki sem ég fæ stuðning frá að þá enginn sem getur komið til að leysa það af. Man fær ekkert það er ekkert bara þessi kemur þá í staðinn eða eitthvað svoleiðis og allt sem að allt sem að hefur komið upp á í millitíðinni hefur verið ennþá meira álaga því að maður er náttúrulega að díla við allt samfélagið í leiðinni Finnst ykkur stjórnvöld sýna skilning inn í stöðu tekjulægstu í samfélaginu? Finnst ykkur einhvern veginn eins og það verði núna sérstaklega hugað að stöðu þeirra sem að eru til dæmis á fjárhagsaðstoð eða finnst ykkur einhvern veginn eins og þessir hópar mæta alltaf afgangi eða sé einhvern veginn bara ekki á lista stjórnvalda Hlynur? Hvað segir þú við þessu? Já, ég held að það sem að Bára er að tala sýni hvað staða fátæks fólks er viðkvæm. Það er að segja, þú veist, það er ekkert bakland, það er að segja, og þegar það kemur upp svona niðursveifla í samfélaginu, að þá eru hlutinni mjög fljótir að fara úr skorðum, fjárhagslega og fleiri hátt. Þú spurði hvort að stjórnvöld væri að sýna nóg mikla ábyrgð. Já, svona skilning og átta sig á stöðu tekjulægstu. Ætli það sé núna einhvern veginn svona já, herði, núna verðum við að grípa inn í aðstæður þeirra sem eru með lægstu tekjurnar út af svona efnahagslegu afleiðingum COVID, út af einhvern veginn bara stöðun í samfélaginu, hvað einhvern veginn allt að fara mikið hvolf og hvað einhvern veginn allt orðið svona rosalega bara skrítið í samfélaginu. Þú veist, það er mikil til dæmis kannski félagsleg einangrun, sundlaugar eru lokaðar, þú veist, það er margt einhvern veginn sem að lokast, þú veist, allir stjórnvöld sé einhvern veginn bara svona meðvituð að núna væri tækifæri til þess að einmitt standa við stóru orðin og hækka lægstu tekjurnar, þar með talið fjárhagsaðstoð og örorkubætur og þannig. Já, ég ekki tala það, að hækka
örorkubætur eða svoleiðis sko, en ég teki eftir því mikið að vera að reyna að bjarga fyrirtækjum og svoleiðis, en vanandi það að styðja við venjulegt fólk sem á ekki fyrirtæki til þess, að þá held ég að sé óraunhæft að búast við því að stjórnvöld geri eitthvað fyrir fólkið, þar að segja ef að fólkið fær ekki að taka þátt í því að laga ástandið, þar að segja fyrir venjulegan Íslending. Þannig að það þarf svona lýðræðislegan vinkil á það. Ég einmitt sko svona svarandi sömu spurningu, þá hef ég nú bara ekkert heyrt í yfirvöldum nema þessi 20 skallana og ég leyfi mér að vera svolítið svona, finnast hann rosalega komískur, þannig að það eru, ég man nú ekki hvað mörg ár síðan, en það var sett á nýtt lyfjagreiðslukerfi fyrir 4 árum síðan eitthvað svoleiðis. Þar sem að, þú veist, maður borgar fyrst mikið og svo lítið, þið vitið. Og þeir tóku sem sagt í raun og veru af flestum öryrkjum eða þeim sem eru að taka mikið af lyfjum orlofið með því, af því að þetta gerðist í maí, júní. Þú færð orlofið, þú borgar 30.000 krónur fyrsta skammtíðin af lyfjanuðinum og þá ferð ekki til sumafrí. Þannig að þessi 20 skall sem að þeir eru þá að bjóða upp á þarna, hann fer þá kannski í það að panta pizza því ég verður örugglega ennþá í einangrun. Út af því að ég er að verða veikari og veikari út af alls konar hlutir sem ég er ekki að fá. Það eru hlutir sem ég er að gera, hreyfing og annað sem ég þarf aðstoð við og ég fæ hann ekki, en ég verð veik eftir þetta. Þannig að jú, þeir svo sem mundi eftir okkur í þessum 20 skalli, en ég held að engin öryrki eða sá sem hefur verið á íslensku kerfi í einhvern tíma búist við því að neinu leyti að einhver hugsi til þeirra. Og það er alveg rosalega ljótt að segja það, en við búumst bara ekkert við því ef einhver, ég í mjög langan tíma, þá ef að ég var að, ég gæti ekki horft á fréttir af því að ef að það var sagt bara orðið öryrki og stjórnvöld í frétt, að þá fékk ég bara, þú veist, fyrir hjarta bara, hvað ætlaðu þeir að taka mig núna, hvað ætlaðu þeir að breyta, þú veist. Við erum að hugsa að breyta þess til í þessu kerfi, það verður miklu betra og maður vissi að það væri að fara að bitna á manni. Þannig að maður situr svolítið svona, ég sit svolítið líka þannig að horfa upp á það að akkurat núna þá er ég í ekkert voðalega góðri stöðu þannig séð, en ég meina fyrir utan það að geta ekki fengið aðstoð fyrir veikinda hlutum sem eru að koma fram, að þá er ég svo sem alveg í öruggri stöðu, en ég kvíði meira því sem að kemur eftir á. Svo hefur maður heyrt fólk sem að það var ekkert gert ráð fyrir fólki til dæmis sem að er með NPA-þjónustu. Það var ein sem að kom upp mögulegt smitt og þá var hún og starfsmennirnir hennar öll þyrftu náttúrulega helst að vera með hlýrðarbúnað. Það tók 3 sólarhringa af því þeim hafði bara ekki dottið það í hug að fólk gæti mögulega verið sem sagt fyrir utan stofnun sem sagt með þetta. Svo eru þessir einstaklingar líka að borga þennan meirihlutann af þessum búnaði sjálfur, eitthvað svona dótari. Séns að þeir fái það tilbaka, ég veit ekkert um það, en ég meina þeir eru líka að borga fyrir sem sagt hlýrðarbúnaðinn sem er að vera að bjóða. Og og eins og ég sagði áðan, fólk sem er að koma heim, börnin þeirra er að koma heim og það kostar meiri pening. Ég var líka að tala við konu daginn sem er kvíðasjúklingur, lengi beðið eftir sálfræðiþjónustu og getur ekki farið á hana því hún er ekki niðurgreidd, getur ekki nýtt hana eins og hún þyrfti af því hún er ekki niðurgreidd og þyrfti hana svona 40 sinnum meira núna og það er ekki heldur séns sko. Og þú veist, fólk dettur úr rútínu og ég var líka eitthvað að heyra um það að fólk sem þarf að fara heim út af langveikum börnum út af því að þau þurfa að vera eru í áhættuhóp, það sé ekki stuðningur þar.
það segi ég án þess að vita eitt eða neitt það svo sem þetta bara eitthvað sem ég heyrði svona utan af. En við erum líka sko bara svona hópur sem erum bara conditionuð að bara búast ekki við neinu og biðja ekki neitt. Og ég bara leið mér að kvóta eina sem ég var að tala við áðan sem að sagði sko já, ég meina þetta nú svona, en það ýmislegt búið að vera að mér svo sem, en mér finnst ég bara ekki vera þannig að case að ég ætti rétt á forgangsþjónustu. Og mér fannst þetta svo lýsandi fyrir hvernig öryrkjar yfir höfuð hugsa. Þeir eru bara eitthvað, já nei, en ég þú veist, nei, ég fæ það ekki, það er ekkert sniðugt. Þú veist, ég þarf ekki að vera að ýta á kerfið hér eða þar með því. Ég er að halda mér heima til að gera alls konar hluti einmitt út af þessu. En þannig að ég veit ekki, það er bara gert ráð fyrir því að, þú veist, að þeir sem hugsað er miðstéttin og sem er gott mál, það er fullt af fólki sem þarf á aðstoð að halda og svo framvegis. En það er ekkert hugsað út í hina því að eins og áður þá erum við í þessi stöðu að geta ekkert farið í verkföll eða þú veist, gert eitthvað vandamál, þú veist, hvernig á ég að mótmæla minni stöðu öðruvísi heldur en bara að skrifa inn og eina grein og horfa síðan í ísköld augun á fólki sem er bara, já, nei, veistu, það þarf bara að hjálpa þessu fyrirtæki sem getur borgað milljarða í bónusa til eigenda sinna og annara svo að það fari ekki á hausinn en ekki að hugsa út í til dæmis að það fyrirtæki hefði kannski bara átt að fara öllítið betur með peningana sína sem er það sem yrði strax sagt við mig ef ég segði eitthvað. Já, ég skil þig. Það þarf, það er eins og ráðandi stéttin, margir innan hennar eða flestir, ef ekki allir, hafi fjarlægst þarfir þeirra sem að hafa verið hrópandi af hjálp svo lengi og það sé einhvern veginn alls ekki á forgangslista. Það eru þeir sem að fyrirtækin, atvinnulífið, stóru fyrirtækin sem að hafa ekkert greitt til samfélagsins og er einhvern veginn að fá núna bara tjekkan og svo þeir sem að eru bara gjörsamlega þurfa mesta stuðningi að það sé einhvern veginn bara svona kannski hugsunarhátturinn dálítið svona já herði þið eru nú bara við þessari stöðu, það er nú ekkert að breytast hjá ykkur, þeir eru nú ekki að missa neina tekjur og liggur við að fólk sé að segja bara hreint og beint út, þið kunni nú að lifa á litlu, getið ekki bara haldið því áfram. En mér fannst svo áhugavert sem þú komst inn á áðan Hlynur að þetta þurfi þá að vera í rauninni skipulagt barátta eða skipulagt af þeim einstaklingum sem að þekkja þá best til, eins og þú varst að tala þá með lýðræðið og hvernig þá sérðu fyrir þér að næstu skref gætu þá orðið ef við hugsum svona í framtíðar lausnum hvernig við myndum ná fram raunverulegum breytingum því að við erum greinilega ekki að ná því miðað við núverandi kerfi ef við leyfum okkur bara að hugsa svona hvernig við myndum vilja sjá betra samfélag og byggja það upp. Já, það er spurning svona hvernig var þetta að útfæra það að á svona meira lýðræði inn í þetta kerfi. En já, ég var sett að spá í sko, það sem að Bára var að tala um, það er svona dálítið eins og ég var að segja, sko, fólk dálítið flótta frá þessu raunveruleika og þannig býst í raunveru ekki við því að geta að sé hugsað það þegar á reynir. Og það náttúrulega býr til sko, samfélag á mjög slæmum grunni og mjög mikilvægt að taka á því. Algjörlega. Mér langaði líka að benda það mitt í framhaldi af því að já, þú veist, við biðjum ekki um aðstoð og allt þetta en svo þegar á reyndi núna, þegar allt fór í loft upp og svo framvegis, að þá var allt í einu hægt að gera allt saman í gegnum fjarfundabúnað og þá var allt í einu hægt að vinna heiman frá sér. Og það var bara allt í einu hægt að redda þessu og hægt að redda hinu og hægt að setja milljarða í þetta og hægt að setja milljónir í þetta. Og það eru, þú veist, ekki það að ég haldi eitthvað að ég að fá einhverja milljarða eða milljónir, en þessi peningar eru greinilega bara búnir til úr loftinu þegar réttafólki sem þarf á þeim að halda. Á meðan þegar við erum að ræða okkar hluti, að þá kemur bara eitthvað, nei, ég meina, eitthvað.
og alls konar líka hluti bara varðandi aðgengi og annað sem að kannski tengjast ekkit beint fjármálum sem að, þú veist, voru bara ekkert mál að redda. Ég á viku áður en að allt lokaði, var ég að reyna að ræða við bankanum það hvort ég gæti leyst vissa hlut með því á þess að mæta þangað. Og það var mál, bara stærðarinnar mál. Ég var farveik heima hjá mér. Og svo hringdi ég bara viku eftir og þá var bara, já, og svo rafræn staðfesting og og ekkert mál og við hringjum í aftur ef það er eitthvað annað og allt í einu viku seinna bara ekkert mál. Þannig í ljósi COVID þá var hægt að bregðast við með rafrænum lausnum af því að bankinn hefur lokað en að það hefði ekki verið hægt á undan þegar allt var með eðlilegum hætti og svona. Og ég hef oft einmitt sko að því að sérstaklega því að sem öryrki þá er ég í umsókna og vottorðaflóði endalaust eitthvað, senda vottorð þangað, redda þessu hingað og maður er að fara út allan bæ og kannski tefst heilu mánuðina út af því að maður kemst ekki. Og núna er það bara allt í einu ekki nokkuð mál. Og við erum líka bara í kreppunni þarna árið þarna, þá varð fullt af fólki allt í einu atvinnulaust og það lagaðist ýmislegt í atvinnuleysisbótakerfinu þá. Af því að það var rétta fólkið sem var að röfla. Ég vona að það verði ekki þannig að það myndist svo mikið af öryrkjum úr þessu ástandi vegna þess að fólk festist heima hjá sér og lendi í veikindum að það verði það sem gerir það ekki með að öryrkja ástandi lagist. En það er einhvern veginn virðist vera þannig að þú veist, það þarf séra Jón Jónsson að detta inn í kerfið til þess að það myndist einhver skilningur. Og það eru bara engir Jónar Jónssonar í neinum almennilegum stöðum. Það eina, þeir eru alltaf einu skrefi fyrir neðan ákvörðunina sem þarf að taka og þeim finnst náttúrulega ekkert mál að redda þessu svona og redda þessu svona en það hefur áhrif alveg svoleiðis bara hundruðir og þúsundir manna. Bara eitthvað svona smotterís ákvörðun hingað og þangað. Og það er rosalega erfitt fyrir fólk sem er að þú veist, einhvern veginn að brjóta saman þú veist, síðasta 1000 kallinn í hvernig þeir ætla að koma út úr hlutunum, að sjá síðan bara, já nei, við leggjum þessa skuldi bara niður og við bara borgum þetta og við reddum þessu og við búum bara til að þetta sé ókeypis og eitthvað, eftir að maður, að því að maður eyða allar orkunni sinni í þetta sko. Eins og núna ætlar velferðarsvið Reykjavíkurborgar að skoða hvort það sé þörf á því að mögulega gera breytingar tímabundnar á reglum fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar til þess að mæta þá þörf sem að gæti verið hjá íbúum Reykjavíkur til þess að þá varðandi fjárhagsaðstoð og það er náttúrulega bara jákvætt að endurskoða þetta í ljósi þeirra stöðu sem er uppi núna en ef að slíkt myndi leiða til þess að einhverjar breytingar eru þau gerðar til að mæta þörfum borgarbúa og þá finnst manni það náttúrulega jákvætt en manni finnst líka dálítið svona leiðilegt að það sé ekki hægt að gera nauðsynlega breytingar þá sem að kæmu mögulega sem hefði þurft að eiga sér stað bara fyrir löngu sko. Þú veist það á ekki að þurfa einhvern veginn svona mjög slæmar aðstæður til þess að breyta einhverju sem að hefði þurft að gera fyrir löngu. Auðvitað er þetta náttúrulega tímar sem að við höfum ekkert lifað áður en ég meina þá enginn að þurfa að lifa á þessum lágum upphæðum eða þurfa að vera einhvern veginn í þeirri stöðu að þurfa einhvern veginn að heyra nei og núna veit maður til þess að þetta er allt rafrænt og hjá Reykjavíkurborg og það er mjög gott og hefur þú reynslu af því Hlynur eitthvað með svona rafrænar umsóknir eða hefur eitthvað reynslu af því hvort þetta hafi verið öðruvísi á undan eða þekkir þú eitthvað til þess? Nei, ég þekki ekki mikið til þess. Síðast held ég að þegar ég sótt fjárhagsaðstoð þá þurfti ég að skila inn blaði. Það var ekki rafrænt en ég hef nú eitthvað heyrt að þetta sé nýlega komið til að sé að sækja það á netinu. En eins og varandi þú tala að sé verið að fara að breyta einhverjum reglum eitthvað tímabundum fjárhagsaðstoð að þá er það einmitt spurning sko, hvernig getur það verið að virka fyrir fólkið ef að fólkið fær ekki að taka þátt í að breyta taka þátt í að breyta þessu. Það er að segja, þú veist, ef það er bara borgarstjórn sem að ætlar að breyta reglum fjárhagsaðstoð, tímabundið og ótímabundið og venjulegt fólk fær ekki að taka þátt í því
að neinum hætti. Hvernig á það þá að virka fyrir fólkið? Það þannig. Bara, það muni ekki virka fyrir fólkið ef að fólkið tekur ekki þátt í að laga þetta. Ég rakst einmitt svolítið á það í við vorum komum að þessu aftur, þetta datt úr hausnum á mér, þetta kemur aftur. Haltu bara frá mig eitthvað annað. Algjörlega þessar breytingar þurfa að koma út frá ábendingum frá fólkinu sjálfu. Það fólki með reynsluna sem að þekkir best til hvað það sem þarf að breyta. Þannig í staðinn fyrir að vinna reglur og senda það síðan í umsagnaferli, þá þarf freka bara fólk sem á fjárhagsaðstoð, fólk sem er á örorkubótum, að það þurfi bara að hanna reglunar og síðan getur við stjórnmálafólki bara fengið þetta í umsagnaferli. En hefur það ekki ég myndi þetta núna, ef ég má skjóta inn á minn í hefða, að þegar þetta gerðist allt saman, þá eru þau allir rosalega hjálpsamir og vildu hjálpa fólki sem að stæði illa og svona. Og ég þarna fer inn á þennan hóp og að biðja aðstoð og fleira, og það fyrsta sem ég sagði við fólki sem stofnaði hópinn var, viljið þið fá mér í admin-hópinn, af því að ég get örugglega séð fyrir ýmsa hluti sem þarf að skoða þarna, til dæmis eins og það að fólk áttaði sig ekki á því hvernig það talaði við fólk og að svona bara hitt og þetta sem ég vissi að kæmi bara eiginlega næstu því strax. Þú veist, af hverju varstu ekki búin að þessu fyrir löngu og í staðan fyrir að bjóða hjálp að vera bara með eitthvað svona, já en veistu það svona app á netinu eða eitthvað svona, ertu búin að borða turmerik, eitthvað svona sem auka álag fyrir fólk sem er í þessu stöðu. Og það gekk nú reyndar ekki og endaði með því að það var fólk sem að bara hrökklaðist úr þessum hóp sem sérstaklega átti að vera til þess að styðja þessa einstaklinga, af því að jafnvel fólk sem voru líka öryrkjar eða voru líka í verri stöðu en voru ekki á nákvæmlega sama stað, voru bara algjörlega út að keyra að segja fólki að ef það væri nú orðið svona ófært, þá væri það nú ekki bara á stofnun og vera að segja fólki að það nú ekki nauðsynlegt að gera þetta núna, þú bara verið að biðja hitt, þegar var verið að biðja að væri gefin aðstoð fyrir því að komast að frystikistu, af því að fólk núna miklu meira mat heima hjá sér. Og þetta svona fólk ég veit ekki, þú veist, það er engin meðvitund utan okkar hóps stundum hluti sem eru svo fáránlega erfiðir en skipta máli. Þannig að allar reglur sem koma án þess að vera frá okkur verða svona. Þegar ég var að vinna sem mest með tabú á sínum tíma, þá man ég ekki eftir að hafi ekki verið eitthvað svona, verið að biðja eitthvað svona umsögn frá okkur varðandi einhver málefni hjá ríkisstjórn eða eitthvað. Og við fólk sem jafnvel höfðum ekki í það orku, lögðum mikla vinnu í að svara og bæta við og eitthvað, og það var eins og því hefði bara verið hent í ruslið. Og auðvitað áttu þessi einstaklingar að gera þetta ókeypis, þeim var ekki borgað fyrir ráðgjafarvinnuna sína. Í staðan fyrir að vera með í þessum ráðum fólk sem er sérfræðingar í þessum málum og gæti þar með verið bara í vinnu við það að gefa þessi ráð og leita til síns baklands. Það er búið að vera að klúðra NPA-dótræðinu núna í 3 ár, skilurðu. Og þetta er bara endalaust þannig að þetta fólk heldur að í alvörinu að það hafi einhverja tilfinningu fyrir hlutunum, en þú getur horft á þetta utanfrá endalaust með þínum augum án þess að vita hvernig það er að vera í þessu stöðu sjálfur. Nákvæmlega. Hlynur, hvað varst þú að koma inn á? Já, þess vegna þurfum við náttúrulega aðkomu fólksins til þess að útskýra fyrir stjórnvöldum hvernig kerfið getur virkað fyrir fólkið. En já, það hefur, ég held að það hefur alltaf verið þannig hins vegar að þegar eitthvað fátækt fólk hefur verið í vandræðum gegnum tíðina, þá hafi það þurft að berjast voðalega mikið fyrir því að fá eitthvað réttlæti. Fá eitthvað svona, fá sín mál afgreidd. Þannig að
Þannig að það náttúrulega mikla sko, baráttu til þess að til dæmis að koma okkur að núna sem erum það að segja fátækt fólk að komi sér að og og það þarf að berjast mikið fyrir því núna að að sé hlusta á það til dæmis eins og gagnvart borgaryfirvöldum. Ég held að þetta séu frábær loka orð og við endum á því að einmitt undirstrika ekkert okkur, án okkar. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir. Og Hlynur Már Vilhjálmsson. Sjálf heiti ég Sanna Magdalena Mörstudóttir og þetta var Hin Reykjavík. Takk fyrir.